Hæ á þessum yndislega fimmtudegi. Hi on this wonderful Thursday. Hope everybody had a great day. Hope everybody have a great day. In Jesus' name, amen. And everybody say amen. Amen. And we are gonna start this like always. My wife is gonna start this with a little prayer. Já, Drottinn minn. Elsku Jesús, við leggjum svo stund í þína hendur, Drottinn minn, og bara heilaga andi, biðjum að blessa hjört okkar og hugsanir okkar og hreinsa hugsanir okkar og hjört okkar og þeirra sem er heima líka að hlusta. Og bara, já, blessa okkur í Jesú heilaga nafni. Amen. Jesu heila nafni, amen. And everybody say amen. Amen. Og við ætlum að lyfta 5 nöfnum upp í náðina. Við ætlum að lyfta 5 name of the grace. Við ætlum að lyfta upp Sævari, Óskari, Guðmundi, Ingþóru og Ástu í Jesú nafni. Amen. In Jesu nafni, amen. And we ask you to pray for them, ask God to bless them, and ask the Holy Spirit to come upon them and help them with what they are dealing with and bless their families. And like you know, if we pray, God answers our prayers. In Jesus' name, amen. Og við þessu nöfn sem við nefndum hér að við viljum að biðja ykkur að biðja fyrir þeim og biðja ykkur að blessa þau og blessa fjölskyldur þeirra og biðja heilagan anda að stíga inn í lífið þeirra og blessa það sem að blessa þarf. Því Guð veit hvað blessa þarf og laga. Og við biðjum að þá ansar Guð bænum okkar og blessar þau. Í Jesu nafni, amen. And everybody say amen on this wonderful Thursday. Amen. Og sem yndislega fimmtudegi. I'm gonna change this a little bit. I wanna mention a few things here in the Bible. Like we have all these, we got 212 Christian churches that call themselves Jesus churches, and they all say they believe in the same thing, but that's not the truth. They have different laws, different things in their communions. Ég vil taka hér fram að við erum með 212 kristnar kirkjur í heiminum og það alls konar regluverk sem öðruvísi í þessum kirkjum, þessum kúltúrkirkjum eins og ég vil kalla þær, að það svona verið að afvegaleiða okkur frá að eins og það að við megum ekki vera að lesa ein og fara svona og fræða okkur sjálf hvað orðið hefur að segja og leggja spurningu í það og við höfum alltaf að fara eftir einhverjum manni sem yfir einhverju og hann alltaf að túlka það síðan í okkur hvað þetta þýðir og Guð sá sem opinberar okkur orðið sitt þegar við lesum það. Því fór Jesú alltaf og sýndi okkur hvernig við áttum að fara að þessu og fara og eyða tíma í hvílu með honum og biðja til hans og leita hans svara og Guð svarar okkur þannig. It's like in the Bible, Jesus was teaching us that we have to go and spend time and dwell in His presence and maybe for a few hours and have a conversation with Him and pray with Him, and God will show us what His meanings are, and that's how we are supposed to do it, not let other people tell us what things are, because the
Bible is here, and it's written here what he's telling us, and he will show us what the meaning is. That's not like they're always telling us that if we do it alone, we are gonna go off the track. Doesn't matter what church you go, they're off the track over there, off the track over there. Það skiptir ekki hvaða söfnuði, hinn söfnuði segir þú sért að fara hinum meginn út af leiðinu og hinn og það fara eitthvað annað og þetta allt í ykkur rugli og þar erum við bara ekki, við erum bara hér í því að fylgja Guði og hefur ekki með neitt söfnuð að gera. Við erum bara að koma áfram orðinu og mér langaði að taka fram hérna nafnið á hver Jesú Mér langaði að tala það. I wanted to talk to you about who Jesus is. And the word takes it strongly that Jesus is not a man or an angel or a prophet or blah blah like many teachings are in churches. He's God. Eins og margar kirkjur að kenna að Guð sé maður og Guð sé spámaður, Guð sé engill og la la la. En Biblían tekur það hreint og skýrt fram að Jesú Guð. Því Guð gekk jörðina og Guð með oss og God is with us. And the Bible take that strongly. So I'm gonna read these chapters here in the Bible where the Bible says this. And don't be listening to some culture people that are trying to tell you something else. Let's see, Jesaja. Yeah, Jesaja 7:14. Yes, Jesaja 7:14. 7:14. Já, 7:14. Okay. This is in Jesaja. This is ensku. Jesaja. Jesaja. Yeah. In Jesaja 7. Og Jesaja spámaður spáir fyrir komu Krists og kemur með spádóm hér að Guð muni ganga jörðina og hann muni koma. Og what I'm saying here is this is Jesaja the prophet, and he's telling us that God will come to walk the earth with us. And that's Jesus Christ. And his name was supposed to be different. And that's one thing, but this is written by man, so we have to a little bit like, okay, so 14. Fyrir því mun drottinn gefi yður tákn sjálfur, sjá yngismær verður þunguð og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Og Immanuel þýðir Guð með oss. Hér er hann að spá fyrir fæðingu Jesú Krist. Here is he preaching about the birth of Jesus Christ, and the name is Immanuel, that means God is with us. So
Isaiah is telling you this, and now we go in Matthew. And then we can see what he's talking about. And núna förum við Mattheus og náttúrulega fáum við staðfestingu á því sem hann að segja hér að þetta Guð. Ok, þetta í Mattheus 1:23. Mattheus 1. This is Matthew 1, chapter 1, 23. Yes. Sjá, mærin, já, ég var að lesa þetta meira. Þú setja 22-23. Nei, ég að lesa þetta lengur. Ég ætla að lesa þetta bara. Fæðing Jesú Krists var með þessum atburðum. María móðir hans var föstnuð og Jósef. En áður en þau komu saman reyndist hún þunguð af heilegum anda. Jósef festarmaður hennar sem var grandvar og vildi gjöra henni opinbera minkun og hugðu skilja við hana í kyrrþey. Hann hafði ráðið þetta með sér en þá vitraðist honum engil drottins í draumi og sagði: Jósef, sonur Davíðs, óttastu ekki að taka til því Maríu heitin konu þína. Barnið sem hún gengur með af heilugum anda. Hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú því hann mun frelsa lýsin frá syndum þeirra. Allt var þetta til þess að ræta skyldu orð drottins fyrir munn spámannsins, Jesúa. Sjá, mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þegar Jósef vaknaði gjörði hann eins og engil drottins hafði boðað honum og tók konu sína til sín. Hann kenndi hennar ekki fyrr en hún hafði alið son og hann gaf honum nafnið Jesú. Þarna kemur á hreinu að þetta Guð með okkur. Og einhver allar að fara að segja það að Jesú sé maður eða eitthvað annað. Hann bara ekki kristinn. Það bara, hann ekki sama trúar ég. Jesú fyrir mér, hann Guð. Faðirinn, sonurinn og heilagur andir, einn maður, einn persóna. In Jesu nafni, amen. The Father, the Son, and the Holy Ghost is one person. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this wonderful Thursday. Amen. And now I have another thing I wanted to talk about. Fyrsta kraftaverki Jesús. The first miracle that happened in the New Testament. Everybody is talking about that it was when he changed when they were getting married, then he changed the water into wine. But he made another miracle before this. Og eins og allir segja að fyrsta kraftaverkið hafi verið þegar hann fór í brúðkaupið og hann hefur breytt vatninu í vín. En það ekki svo, því hann gerði annað kraftaverk á undan því. Lúkas og það í Lúkas Guðspjall. This is in Lúkas 5. kafla. And it is in chapter 5. So everything is right. This is just straight from the Bible. Chapter 5. So we have it here. Og númer... Það bara vers 1 til 11. Hérna. Já. Nú bar svo til að hann stóð við Genesarvatn og mannfjöldi þrengdist að honum til að hlýða á Guðs orð. Þá sá hann 2 báta við vatnið en fiskimennirnir voru farnir á land og tróðu net sín.
Hann fór út í þann bátinn sem Símon átti og bað hann að leggja lítið eitt frá landi, settist og tók að kenna mannfjöldunum úr bátnum. Þegar hann hafði lokið ræðu sinni, sagði hann við Símon: legg þú út á djúpið og legg netið yðar til fiskjar. Símon svaraði: meistari, við höfum stritað í alla nótt og ekkert fengið. En fyrst þú segir það, skal ég leggja netið. Nú gjörðu þeir svo og fengu þeir þá mikinn fjölda fiska, en net þeirra tóku að rifna. Bentu þeir þá félögum sínum á hinum bátunum að koma og hjálpa sér. Þeir komu og hlóðu bátana svo nær voru sokknir. Þegar Símon Pétur sá þetta, féll hann fyrir kné Jesú og sagði: far þú frá mér, Herra, því að ég syndugur maður. En felmtur kom á hann og alla þá sem með honum voru vegna fiskaflans þeir höfðu fengið. Eins var Jakob og Jóhannes Sebedíussyni, félaga Símonar. Jesú sagði þá við Símon: óttast þú ekki, hérni frá skalt þú menn veiða. Og þeir lögðu bátnum að landi og yfirgáfu allt og fylgdu honum. Þetta áður en að þeir fari í brúðkaupið. Þarna fer Símon og fylgir Jesú Kristi. This is before he put the fish in there. He made a miracle for Peter, and Peter started to follow him and got to be his disciple. Yeah. And this is the first miracle in the Bible that we have. Not the story like they are telling us, the vine was supposed to be the first miracle. This is the first miracle. Yes. And the Bible doesn't lie. No. Don't like people always telling you something different. And my job is to bring the truth to you, because people always think that we are stupid. We read it here. This is written here. And nobody can change this. This is written. And eins og ég segi, fólk heldur að við séum heimsk og segir okkur eitthvað annað, en þetta ritað hér og við breytum því ekki sem ritað hér. Þetta löngu áður en þeir fara í brúðkaupið. Og þetta fyrsta kraftaverkið. Jesú heilaga nafni, amen. In Jesus' name, amen. I'm gonna have this, maybe I'm gonna cut this and have it in English for you, so you understand what I'm saying here. Yes. And I love you. Og munið, verið góður hvort annar. Segið ástöðunum ykkur að þið elskið þau. Elskið náungan. Biðjið fyrir náunganum ykkar. Elskið óvin ykkar. Biðjið fyrir óvin ykkar. Og þetta eru allt Guðs börn og þá mun Guð bless ykkur. Remember, be good to each other. Tell your loved ones you love them. And pray for your neighbor. And love your neighbor. And love your enemy. And pray for your enemy. And then surely God is going to bless you, because these are the children of God. In Jesus' name, amen. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji og gjörðu sem á himni. Gef oss í dag vårt daglega brauð og fyrirgef oss våra skuldir og lögskuldir nautum. Haltu oss frá freisti, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. And we love you from Iceland. Yes. Og við elskum ykkur hérna í Íslandi og ég vona að þetta hafi verið mjög fróðlegt fyrir ykkur. Amen.